Jæja, Já, nú ætla að leyfa kannski fólki að fá að vita eins meira okkur. já, það er alltaf gaman að kynast okkur. Byrja heldur. Já. Vilt þú byrja? Já, ég heiti Alma Hrönn. Fæddist í Reykjavík, bjó í sveit fyrstu 9 árin. Var svo heppin að hitta Hrafnhildi í sveit þegar ég var 11 ára gömul. Og þar, já, það hafði bara mikil áhrif á okkar líf, okkar beggja. Heldur. Góð ákvörðun hjá foreldrum þínum að taka við mér. Og ég var í sveitinni hjá þér á sumrin. Var hendur alltaf í sveit, þangað til ég var 16, 17. Fór hérna hefðbundnu leið í skóla og menntaskóla og háskóla og fór svo bara að vinna. Kannski stóru hlutirnir, það sem hafði svona mest áhrif á mig var þegar ég fyrir háskólan. Fyrir alþjóðlegt nemendafélag þar, ferðaðist rosalega mikið. Svo kynntist fólki alls þar að og það svona kveikti áhuga á þessum alþjóðlegu tengslum og svo ótrúlega heppin að þekkja fólk út allt. Ólíkt fólk, það æðislegt. Ég lærði viðskiptafræði, fór að vinna í banka. Hver þarf ekki að prófa að vinna í banka? Ég þarf ekki að prófa. Og fór svo til Belgíu í framhaldsnám, síðan í fjármálum, var svo heppin að þetta ekki í starf tengt fjármálum. Datt af henni á mína hillu í sem var verkefnastjórnum í upplýsingatækniverkefnum og hélt mig við þau þangað til bara fyrir 2018, já. Þá var ég búin að vinna í mörgum fyrirtækjum, heimsækja mörg lönd, vinna alls konar mismunandi vinnu með mismunandi fólki, bara æðislegt. En þá var komið gott. Já. Þá var komið tíminn til að fylgja því sem ég ætti að gera. Já. En þú? Já, ég fædd í Reykjavík og bjó hérna í Kópavogi fyrstu 5 árin. Og þá tók mamma mín var einstæð móðir og tók ákvörðun að ráða sig í sveit sem ráðskonu eða til að hjálpa til við sauðburð. Þannig að við bökkuðum saman þarna voru þegar ég var 5 ára og fórum Norðurland í sauðburð. Og svo ég bara ennþá þar. Eða svo leiðis. Sko. Já, mamma og bóndasonurinn urðu ástfangin. Þetta var svona þessi típiska sveita rómantík og við fluttum í sveitina bara í kjölfarið. Þannig ég var svo ótrúlega heppin að fá að alast upp í sveit og elskaði það, ég elskaði að vera úti. Ég fann einhverja svona, ég gat ekkert útskýrt hvað það var þá sem krakki sko, en ég fann eitthvað svona athvarf í náttúrunni og í kringu dýrin og hef bara verið að skynja þessa orku og eiga samskipt við hana bara sem barn náttúrulega án þess að gera mig grein fyrir að ég var að því. Ég var rosalega dreymið. Ég var stanslaust bara í einhverjum öðrum heimi en ég bjó í sko. Og líka svolítið svona kvíðabökull en það var náttúrulega, það var ekkert til eitthvað þá sem hét kvíði hjá börnum sko. Og minn kvíði var rosalega mikið bara innra með mér og ég talaði ekkert mikið hann. En ég hafði alltaf þessa sterku tilfinning frá ég og krakki að ég ætti að bjarga heiminum. Og það er alltaf rosalega þung byrði fyrir 10 ára barna að bara finna að maður eigi að bjarga heiminum og maður veit ekki hvernig maður á að gera það. Þannig að ég alveg var að töluverðum tíma ég hugsa hvernig ég gæti náttúrulega að bjarga heiminum. Samti ljóðum kjarnorkusprengjur sem ég ætlaði að semja lag við og það er svo vinsælt og svona allir heyra það og Þar með var ég heiminum. Þar með heiminum. Þetta er ekki flókið. Sko. Þetta er ekki flókið. Nei. En svo mamma og pabbi tóku krakka í sveit á sumrin og þar kynntust við. Þegar þú varst 11 ára og ég var 10 ára. Og okkar vinátta hefur náttúrulega bara blómstrað síðan þá. 30 eitthvað ár. 30 eitthvað ár. Þá við höfum svona á tímabili kannski verið í minna sambandi. Svona þegar við vorum kannski sikkurum landslutanum og svo leið sko. En ég fór í bara svipaða leið og óþú. Ég fór í framhaldsskóla
Og svo fór ég í ferðamálaskóla og því að það ekki ferðaþjónusta bænda á bænum sem ég ólst upp á og ég ólst upp í kringu túrista og það var svona einhvern veginn rökrétt framhald að ég færi og myndi mennta mig í ferðamálum. Já. Þannig ég fór í ferðamálaskóla Íslands, ég fór útskrifast með BS gráðu í ferðamálafræði frá Háskóla Íslands, bætti svo með kennsluréttindum og fór svo bara fljótlega að ég svona kenndi aðeins en svo fann ég strax svona þetta hefðbundna skólakerfi einhvern veginn ég passaði ekki inn í það. Mér fannst svo erfitt að vinna inn í þessum ramma sem var búið að skapa sko. En ég gerði alveg nokkra tilraunir til þess að gera þetta og ég myndi alltaf þegar ég komið svona 2 mánuði inn í veturinn þá myndi ég alveg bara já, ég man að hverju hætti sérst. Mjög eðlilegt. Já, en ég á baki alveg nokkur ári kennslu bæði í grunnskólum og í háskólanum líka á Hólum. Svo bara fór ég á fullt í ferðaþjónustu, þess að vinna innan ferðaþjónustunnar og byrjaði sem framkvæmdastjóri hjá litlu nýsköpunarfyrirtæki út á landi. Og hef svo bara unnið eiginlega við ferðaþjónustu síðan þá og hef verið mikið að vinna einmitt við verkefnastjórnun við bæði á alþjóðlegum og innlendum verkefnum og mikið í svona samþættingu og sjálfbærri þróun og svæðisbundinni þróun og svoleiðis, þannig að ég var á kannski á vissan hátt, ég var alltaf að reyna að finna einhverja leið til að gera hlutina betri fyrir alla. Þannig að ég fann alltaf þessa köllun, ég átti að vera að gera hlutina betri fyrir náttúruna, fyrir fólkið, fyrir alla. Tengja fólk saman. Tengja fólk saman, já. En svo bara einmitt hætti ég og hef ekki unnið í rauninni svo leiðis í ferðaþjónustunni síðan 2019. Já. Þá rann ég á rassi. Já, eins og ég. Já, við runnum saman á rassi. Já, svolítið. Hressilega. Náðum okkur í hressilega kulnun og gerðum það á sama tíma sem var mjög áhugavert líka. Já, fylgjum svolítið að. Já, við erum. En ég var búin að vita rosa lengi að ég ætti að hætta í þessum fyrirtækjaheimi og vinna við þessa andlegu hlið en ég vissi aldrei nákvæmlega hvað ég ætti að gera. Nei, einmitt. En svo var þetta ekkert orðið eitt val. Nei. Þannig að ég byrja bara að byggja mitt upp. Ég var búin að í gegnum frá því ég fór í háskólan að leiða hópa og strax þegar ég fór að vinna. Ég var búin að vera 6 mánuði að vinna, þá var ég farin að kenna og fara út um allt land. Ég var svo heppin að vera með tengsl við útibúanetið í bankanum, allt saman, ótrúlega gaman og síðan þá hef ég alltaf verið með þessi, verið í félagsstörfum, verið halda námskeið, leiða fólk, fá fólk saman, svolítið eins og þú og ekki bara í vinnu, heldur, utan líka. Þegar ég kom heim úr framhaldsnámi 2006, þá held ég mér út í þessi andlega mál og fann alltaf þessa köllun, þetta var svona mitt stærsta áhugamál, síðan fyrir að vinna við þetta, svona til hliðar, við hitt og vissi þetta, að ég ætti að gera eitthvað, en hvað, þetta er svo erfitt að finna, það er svo margt áhugavert. Og ég byrja að bjóða upp á heilun, hugleiðslur, ég kynnist Englareiki 2019 og fór síðan að kenna það. Þannig, og svo kemur að Starfkotsakademí 2020. Já. Og ég á svona kannski svipaða sögu bara. Ég byrjaði þannig svipaleiti, svona kringum 2006, að þá fer þetta toga í mig, þessi andlegi hluti og ég fer að mér langar svo að vita hvað þetta er sem ég er alltaf að finna, því að ég hafði ekkert verið að rannsaka það eitthvað mikið. En ég hef alltaf einmitt verið rosalega heilluð af miðlum og öllu yfirnáttúrulegu og svolítið svo ofboðslega myrkfælin. Bara ofboðslega því að ég fann alltaf svo mikið myrkrinu. En ég einmitt á svona svipaðsögu, ég byrjaði að fara í þróunarhóp og þar læri maður svona svolítið að fer aðeins inn í rosalega margt. Alls konar námskeið í heilun, í tarflestri, í svona andlegri list. Ég hef mikið verið að spá í henni. Tónlistakonu sjálf og hef verið að vinna í myndlist líka.
og mér finnst það mjög heillandi form á þessari andlegu tjáningu. Já. Og já, og hefur verið að viða að mér alls konar þekkingu og reynslu bara í þessum andlega heimi. Við erum með jurtir, óbúslega tengt náttúrunni og við hefum mikið verið að vinna með jörðinni og náttúrunni. Sjamanisma kynntu okkur Sjamanisma, já, algjörlega. Og svona hitt og þetta, maður man ekki neitt þegar maður á að fara að telja allt upp, en það er fullt. Þetta er rosalega fjölbreytt og við hefum fylgst að í mörgu og meðan þú varst kannski í listinni þá stúderaði ég miðlun, en svona það var aldrei akkurat það sem ég, ekki nákvæmlega bara það sem ég vildi fókusa á, ekkert af því sem ég var búin að læra. En svo hefur þú líka verið að kenna bæði reiki og ýmis námskeið. Já, ég byrjaði að kenna námskeið bara strax 2007 held ég, með mömmu sem er spámiðl. Hún leið okkur ágætlega áfram í byrjun. En svo núna þegar ég vissi náttúrulega ekkert hvað ég átti að gera, þá var ég að finna mér eitthvað gott að gera. Og ég fann það að heilun hefur verið svolítið mitt. Og þegar ég kynntist englareikinu og fór að vinna með það, þá fann ég að það var eitthvað sem ég ætti að miðla til annarra. Þannig að ég hef verið að kenna englareiki síðan og verið að leiða hugleiðslahópa, sem er bara æðislegt. Þar get ég náttúrulega í rauninni svolítið nota allt sem að við höfum lært. Þannig að miðla hugleiðslunum sem að náttúrulega er líka eitt af því sem við gerum í Starcodes. Og við vorum svo fannar að finna það svo sterkt fyrir 5 árum síðan að við áttum að vera að gera eitthvað saman. Jú. Þannig að það er mjög skemmtilega. Þannig að við vörðum einum degi í að taka bara svona skipulaðan verkefnastjórafund hvað við ættum eiginlega að vera að gera. Og við svo þögtum íbúðina á post-it-miðum þar sem við töldum upp allt sem við kunnum og allt tengslanettið okkar og svo horfðum við á þetta og við bara, vá, við getum gert rosalega margt, en við vorum eiginlega engu nær. Nei, og þetta var ekki rétti tími. Nei, þetta var ekki alveg rétti tími. Við vorum ennþá að böglast í þessu okkar venjulegu störfum, eins og þetta að segja. Við náttúrulega vorum báðar skemmtilega útbrunnar. Ég er búin að feta mín fyrstu skrefi því að vinna bara í þessum andlegu málum og þá kemur COVID og 2020 mars og þá er þér stungið í samband. Og þá verður til eitthvað sem heitir Starcodes Academy. Þá vorum við komnar heim. Þá gerðust undrin. Þá vissum við hvað við ættum að gera. Og í rauninni gátum sett saman og nýtt allt það sem við höfum lært og reynslu af, bæði í starfi og því sem hafði verið okkar stærsta áhugamál hingað til, andlegumálin. Það er búið að vera ótrúlega gaman að sjá það raðast einmitt saman. Kannski hluti sem maður skildi ekki af hverju maður var eiginlega að gera, Áður fyrir þá bara, Það er svolítið magnað hvernig við erum leiddar á réttu staðina, á rétta tímanum. Það er frábært. Bara yndislegt. Og að finna bara, þannig er ég komin heim.